Leiðtogar í Evrópu hyggjast svara hótunum Trumps Grænland af hörku. Ítrekaðar hótanir yfirtöku á Grænland eru aðeins eitt af fjölmörgum málum á fyrsta ári Trumps í embætti. Sjálfsvígssamtölum í hjálparsíma Rauða krossins jukust nær í 70% milli ára og hafa aldrei verið fleiri. Jákvætt að fólk leiti sér hjálpar, segir verkefnastjóri. Gazabúar finna lítið fyrir því að annað þrep í áætlun Bandaríkjastjórnar frið hafi tekið gildi. Ísraelsk stjórnvöld rifu niður höfuðstöðvar UNRWA í Jerúsalem í dag. Höfuðborgarsvæðið breyttist í skautasvelli í morgun. Margir lentu í vandræðum, fóru hægt yfir og tugir leituðu á bráðamóttöku vegna hálkuslysa. Norðurljósin skörtuðu sínu fegursta í gærkvöld þegar kórónugos skall á jörðinni. Óvanalegar aðstæður og mikill kraftur kölluðu fram ótrúlega leitadýrð. Komið sæl, við erum fyrr á ferðinni í kvöld vegna beinnar útsendingar frá leik Ungverja og Íslands á EM karla í handbolta sem fram fyrir Svíþjóð. Stofan hefst klukkan 7 og leikurinn 7:30. En við byrjum á þessu. Hótunum Bandaríkjastjórnar vegna Grænlands verður svarað af hörku ef marka má ummæli evrópskra leiðtoga á Davos ráðstefnunni sem hófst í Sviss í dag. We consider the people of the United States not just our allies, but our friends. And plunging us into a downward spiral would only aid the very adversaries we are both so committed to keeping out of the strategic landscape. So our response will be unflinching, united and proportional. Bandaríkjaforseti væntanlegur til Davos, segist tilbúinn að ræða málið þar en sýnir engin merki þess að bakka. Í nótt birti hann þessa mynd af sér og varaforseta og utanríkisráðherra Bandaríkjanna að taka yfir Grænland og viðbrögðin í dag létu ekki á sér standa. Við veljum virðingu fram yfir yfirgang, sagði Emmanuel Macron, Frakklandsforseti í ávarpi sínu í Davos. And this is also because of those principles that we have decided to join the mutual exercise in Greenland without threatening anyone, but just supporting an ally and another European country, Denmark. Og nú síðdegis tilkynnti Hvíta húsið að Trump ætli að ávarpa blaðamannafund sem átti að hefjast klukkan 6 en er ekki hafinn. Við greinum frá því sem þar kemur fram á vefnum okkar RÚV.is og sýnum frá honum í beinu streymi. Og meira af Bandaríkjaforseta því ítrekaðar hótanir yfirtöku á Grænlandi eru aðeins eitt af fjölmörgum málum á viðburðaríka ári Trumps í embætti. Hæstiréttur er of pólitískur og þingið hefur ekki staðið upp í hárinu á Trump, segir sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum. Hann er umtalaður og umdeildur, en hvað sem fólki finnst embættisverk Trumps er óhætt að segja að hann hafi látið verkin tala. Ætli sviftivindar sé ekki svona besta orðið til að reyna að ná utan þetta í stuttu máli. Tollar vinslit við Elon Musk, forseta Venezuela, steypt af stóli. Í dag er ár síðan Trump tók við embætti í annað sinn og það væri ógjörningur að telja allt upp. Það eru árásirnar á háskóla, það eru frávik í til dæmis bólusetningar áætlunum. Það er niðurbrotið á alþjóða þróunarsamvinnustofnun Bandaríkjanna sem er að drepa fólk. Heilbrigði og menntun kannski eru hlutirnir sem manni bregður hvað mest við, en síðan auðvitað er þetta stóra mál sem vofir yfir okkar heimshluta núna og það er Grænland. Þá sé ýmislegt sem sýni að Trump sé óvenjulegur repúblikani og flokkurinn sé að breytast. Til dæmis samtenging gagnagrunna sem hefðbundnir repúblikanar hafi verið á móti. Það er hægt að tengja saman upplýsingar búsetu, skattheimtu, kosningaþátttöku og núna er verið að leyfa að tengja það og það er til þess að geta verið með skilvirkari brottvísunarstefnu gagnvart innflytjendum. Hún segir demókrata ekki hafa náð miklum árangri í stjórnarandstöðu og að temprun valds hafi ekki gengið upp í bandaríska stjórnkerfinu síðasta ár. Hæstiréttur er of pólitískur, þingið hefur ekki staðið upp í hárinu á Trump, jafnvel þegar hann er að ganga lengra, hann er að taka til dæmis fjárlagavaldið einhverju leyti af þinginu sem að er óheyrt. Og framgöngu innflytjendastofnunar Bandaríkjanna ICE var mótmælt við tjörnina í Reykjavík síðdegis.
Hópur Indivisible Iceland stóð að samstöðustundinni og kveikti á kertum. Í hópnum eru Bandaríkjamenn búsettir hérlendis og fjölskyldur þeirra. Þau sem komu saman við tjörnina mótmæltu ofbeldi af hálfu starfsmanna á vegum ICE sem þau segja beita fólki í Bandaríkjunum ofbeldi á hverjum degi. Nægir þar að nefna þegar liðsmaður ICE skaut bandaríska ríkisborgaran Renee Good til bana í borginni Minneapolis þann 7. janúar. Það svo auðvelt að verða samdauna öllu ruglinu sem í gangi og öllum bara glundróðunum sem að Trump hefur valdið á þessu fyrsta ári. Það eru ICE-liðar sem eru sendir af ríkisstjórninni sem eru að myrða og ræna borgurum og það ekki eðlilegt. Ástandið í Bandaríkjunum eins og núna ekki eðlilegt. Eru þið með einhverjar óskir eða skilaboð til íslenskra stjórnvalda? Aðalega það sé viðurkennt og horfst í augu við hvað ástandið hræðilegt í Bandaríkjunum akkurat núna og hvað hlutirnir hafa versnað mikið á þessu eina ári. Samtölum vegna sjálfsvígshugsana í hjálparsíma Rauða krossins fjölgaði nærri 70% milli ára. Verkefnastjóri kallar eftir aukinni þjónustu fyrir fólk sem líður illa. Hjálparsími Rauða krossins. Starfsfólk og sjálfboðaliðar hjálparsíma Rauða krossins svöruðu 9.000 símtölum á síðasta ári. Til viðbótar fóru rúmlega 10.600 samtöl í gegnum netspjallið á 1717.is. Já, þú hefur þá hringt á réttan stað. Þú getur talað hvað sem við okkur. Það þýðir að 20.000 sinnum var haft samband við 1717 á síðasta ári. Það eru 54 samtöl á dag. Nærri 1.730 samtöl snúa sjálfsvígum og hafa aldrei verið jafn mörg og í fyrra. Það eins og ég segi alltaf verið aukning á milli ára en við höfum aldrei séð þetta mikla stökk eins og var núna síðasta ár. Þar sem við erum að sjá 67% aukningu í sjálfsvígssamtölum til að mynda. Þetta hefur við ekki séð áður. Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímir við sjálfsvígshugsanir má alltaf hafa samband við 1717 eða Píeta-samtökin á vefsíðu þeirra eða í síma 552 22 18. Til Píeta-samtökanna fer símtölum líka fjölgandi. Í fyrra voru þau 6.230, næstum því 1.000 fleiri en árið þar á undan. 229 sinnum í fyrra hafði Rauða krossinn samband við neyðarlínuna vegna samtala þar sem staðan var metin þannig að viðkomandi væri í lífshættu og þyrfti á bráðri aðstoð að halda. Þangað berast hlutfallslega fleiri alvarleg símtöl á nóttunni eftir 11 á kvöldin þegar flest önnur þjónusta lokuð. Fjölgun símtala til 1717 og Píeta þarf þó ekki að benda til að fleiri hafa svipt sig lífi í fyrra. Tölur embættis landlæknis fjölda sjálfsvíga árið 2025 liggja ekki enn fyrir. Það gæti verið líka að fólk bara frekar að leita sér aðstoðar sem auðvitað gott en bara það sé svona mikil fjöldi fólk sem líður svona illa auðvitað alvarlegt og þarf að skoða og grípa inn í. Það held ég bara samfélagið og stjórnvöld og þeir sem geta kannski svona breytt einhverjum hlutum hérna í landinu. Við þurfum kannski aukna þjónustu. Það þarf að vera þessi lágþröskulda þjónusta sem opin allan sólarhringinn, það gríðarlega mikilvægt. Það þarf að bæði að stytta biðlista og að kostnaður sé ekki vandamál svo að fólk geti fengið þá aðstoð sem það þarf. Fleiri börn og unglingar höfðu samband við hjálparsíma Rauða krossins í fyrra en árin þar á undan. Rúmlega 20% símtala bárust frá fólki undir 18 ára og 14% þeirra sem hringdu voru á aldrinum 19 til 25 ára. 520 símtala sem komu frá þeim sem voru yngri en 25 ára í fyrra sneru að sjálfsvígshugsunum. Þau eru að hafa samband við okkur á nóttunni og svona seint á kvöldinu og þeirra önnur þjónusta kannski lokuð, mörg önnur þjónusta. En við erum að sjá aukningu í þessum yngsta aldurshópi. Og hvað þá eru þau að glíma við? Þau tala mikið bara vanlíðan, þau eru að tala sjálfsvígshugsanir, kvíða, samskiptaörðugleika, félagslega einangrun og líka svona kannski þetta áreiti og á samfélagsmiðlum og bara svona netinu. Gunnhildur Ólafsdóttir, sálfræðingur og fagstjóri á Píeta-samtökunum. Takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar. Símtölum fjölgaði til ykkar á milli ára. Finnið þið fyrir því að þau séu alvarlegri?
Já, við sjáum aukningu í fjölgun símtala hjá okkur og mörg þeirra eru bara mjög þung og alvarleg. Við sjáum það og heyrum það. En það eru líka margir aðstandendur að hringin og leita aðstoðar og stuðnings. En getur þetta líka því það að fólk viti kannski frekar hvert á að leita, þannig að það er svona jákvæðari gagnvart því að leita sér hjálpar? Já, einmitt. Þessi aukning, hún getur einnig benti þess að öll þessi vinna, þessi vitundavakning þeirra sem standa að sjálfsvígsforvörnum og meðferð sé að skila árangri, að fólk veit af okkur. Það veit hvert það getur leitað, það ber til okkar traust að það sé von og það sé góða faglega aðstoð að fá. En nú var Rauði krossurinn að tala um aukningu hjá símtölum frá ungu fólki. Hvað skýrir það? Já, einmitt. Stærstu hluti þess að leita til Píeta-samtakana er einmitt ungt fólk og það eru auðvitað ýmsar ástæður sem geta legið þar að baki. Það getur verið bara mjög flókið að vera manneskja eins og við þekkjum öll. Það getur verið áföll, einmannaleiki, erfiðleikar í daglegu lífi, sveiflur í líðan, álag og streita. Það eru miklar kröfur í samfélaginu og ungt fólk gerir gjarnan miklar kröfur til sín. En hvað viljið þið að vera gert? Það þarf að gera betur varðandi aðgengi á þjónustu í heilbrigðiskerfinu og samfélaginu öllu. Það er mikil aðsókn í meðferð og stuðning hjá okkur sem að vissulega er gott af því það þýðir að það eru fleiri að leita sér hjálpar og opna á vanda sem að oft á tíðum er mjög falinn og það krefst hugrekkis að leita sér hjálpar og það er alltaf fyrsta skrefið og svo þurfum við auðvitað að halda áfram að fræða almenning og fagfólk og blása til sóknar í forvarnarmálum. Gunnhildur Ólafsdóttir, takk kærlega fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Takk fyrir. Og við snúum okkur að allt öðru. Enn er þúsundar saknað á Gaza sem talið er að séu grafin undir rústum. Íbúar finna lítið fyrir því að annað þrep í áætlun Bandaríkjastjórnar frið á Gaza hafi tekið gildi. Talið er að fleiri en 9.000 sé enn saknað á Gaza. Ástvinir þeirra róta í rústunum í vonum að finna líkamsleifar. أنا كيف عرفت إنها زوجتي؟ أول حاجة غرفة، الشغلة الثانية عظم الجنين، الطفل موجود في نفس المكان يعني. Fólk notar það sem hendi er næst til að grafa í rústunum. طبعا الغربال هذا وظيفته عشان نكربل فيه يعني الطحين ونعمل أكل وشرب. أما في حربنا هذا استخدموه لإيش؟ عشان في أول حرب استخدموه في نص الحرب عشان يكربلوا طحين وطعموا أولادهم الناس. Þrátt fyrir vopnahlé og að Bandaríkin segi annað þrep í áætlunum frið á Gaza hafið, finna íbúar þar litla breytingu á sínum högum. استنينا هدنة، استنينا حياة تمشي تستمر الدنيا، تستمر الحياة، المساعدات تيجي، نعيش بكرامة. ما وجدناش شيء، ما لقيناش ولا شيء. Bandaríkin eru byrjuð að skipa í nefndina sem á að hafa yfirumsjón með friðarferlinu á Gaza. Formaður er Donald Trump sjálfur, en aðrir sem vert er að nefna eru Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, Steve Witkoff, sérstakur erindreki Bandaríkjastjórnar og Jared Kushner, tengdasonur Trumps. Nefndir er ekki fullskipuð, en enn sem komið er engin kona í henni, heldur engin frá Palestínu eða Ísrael. Raunar er Blair sá eini sem ekki er bandarískur ríkisborgari. Talsmaður Vladimir Pútins Rússlandsforseta greindi frá því í gær að Pútín hefði verið boðið sæti. Hvítahúsið segir að áfram verði skipað í nefndina á næstu vikum. Talsmaður Sameinuðu þjóðanna segir það eiga eftir að koma í ljós hvernig og hvort stofnunin vinni með nefndinni. We would have to see, in terms of details, what the Board of Peace becomes as it actually is established, to know what sort of relationship we would have with it. Ísraelsk stjórnvöld byrjuðu í morgun að rífa niður höfuðstöðvar UNRWA, Palestínuflóttamanna aðstoðar Sameinuðu þjóðanna í Jerúsalem. Now this is a new level of open and deliberate defiance of international law, including of the privileges and immunities of the United Nations by the State of Israel. This is part of Israel's ongoing crackdown on aid groups. It has recently told more than 36 aid groups it's not going to renew their permits to operate in East Jerusalem, Gaza, or the West Bank, something that aid groups say is going to have dire consequences for the humanitarian crisis, particularly in Gaza, after more than 2 years of war. Tugir leituðu á bráðamóttökunni í dag vegna hálkuslysa. Vegfarendur gagnrýna þjónustu borgarinnar en starfsmaður hennar segir aðstæðurnar erfiðar.
Það óhætt að segja að það hafi verið erfitt að fóta sig á höfuðborgarsvæðinu í morgun. Gler, klaka, brynja var yfir öllu. Fólk átti í erfiðleikum með að komast leiðar sinnar og fór hægt yfir. Sumir stóðu í stað og aðrir fóru jafnvel aftur á bak. Þú ert í morgungöngu, hvernig gengur? Bara illa, alveg hræðilegt. Það bara stokkurinn fram og tilbaka sem við getum notað. Ég var að koma úr Skrifinu og ég er búin að labba hérna alla leiðina upp. Og já, ég var svona 40 mínútur á leiðinni. Já. Ertu búin að detta eitthvað? Já, 2 svar. Hvernig gengur ykkur að labba í hálkunni? Bara vel sko. Við erum með brodda. Þannig að þið eru ekki búin að lenda í neinum vandræðum? Jú, allt stopp í götunni bara. 7 bíla árekstur eða eitthvað. Við ákváðum bara að rölta í staðinn. Vegfarendur voru gagnrýnir á þjónustu borgarinnar. Mér finnst þetta bara til háborinn að skamma. Þau voru að byrja að salta núna, þannig að Heiða mín, fara nú að gera eitthvað í þessu. Starfsmenn borgarinnar hófu hálkuvarnir klukkan 4 í nótt en í kjölfarið fór að rigna. Malbyggi mjög kalt, þannig að það sem var gert í nótt, það var annað búinn að bræða sitt eða hreinlega skolaðist í burtu og svo fraus bara aftur í þessu. Þannig að ég held að allir reynda að gera vel þó að það reikna enginn með að þurfa að fara 2 sinnum yfir allt. Yfirmaður vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar sagði fréttum fyrr í dag að saltið hefði ekki náð að vinna á klakanum í bleytunni og ekki hefði breytt miklu að byrja fyrr. Það var alveg vita að það yrði hálka miðað við spárnar, þannig að það fór allir á stað, en maður reiknaði kannski ekki með þessum aukaskammti af vætunni sem að fraus svona svakalega í morgun. Já, var það ekki í Spáni líka? Það var í Spáni líka en maður hefði haldið að það væri ekki svona ofboðslega mikið frost í jörðinni með við hitastig. Árekstur.is aðstoðaði við 50 árekstra allt höfuðborgarsvæðið í dag og framan á degi var mikið að gera á bráðamóttökunni vegna hálkuslysa. Já, höfuðborgarsvæðið breyttist nú bara í eitt stórt skautarsvæði má segja þannig í morgun. Dæmi voru að fleiri en 2 bílar rækjust saman, jafnvel allt upp í 8 bíla árekstur og töluvert var að bílarnir rynnu mannlausir af stað. Fólk laði bílnum sinni í gærkvöldi og kom að þeim í morgun og þá voru þeir bara farnir, mannlausir, runnu bara á stað í svellinu og jafnvel niður heilu göturnar. Þetta fer eiginlega í sögubækirnar svona hálkulega séð. Þetta var óvinnu slæmt og eins og ég segi, vanalega er þetta snjór og hálka en þetta var bara hálkan í morgun og það er óvinnulegt. Útilokað hefur verið að skemmdarverk hafi valdið lestarslysi í Andalúsíu héraði á Spáni í fyrrakvöld. Frá þessu greindi innanríkisráðherra landsins í dag. Rannsókn beinist nú að því hvort slysið hafi orðið vegna bilunar í lestarteinum. 41 fórst í slysinu sem varð þegar 2 hraðlestir skullu saman. 120 slösuðust. Þetta er mannskæðasta lestarslys í landinu yfir áratug. Konungshjón Spánar mættu á slysstaðinn í dag og hitti fyrir björgunarsveitir. 3 daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir. Ingibjörg Isaksen vill verða næsti formaður Framsóknarflokksins. Líklegt er að hún fái mótframboð, en hver það verður ræðst á næstu dögum. Eftir algjöra þögn frá því Sigurður Ingi Jóhannsson tilkynnti í október að hann ætlaði ekki að halda áfram sem formaður kom loks framboð. Ekki seinna vænna enda rúmlega 3 vikur í flokksþing þar sem eftirmaður Sigurðar verður kosinn. Þingflokksformaðurinn Ingibjörg Isaksen reið á vaðið og tilkynnti framboð í morgun. Ég hef víðtæka reynslu, víðsvegar úr kerfinu. Ég er mikil keppnismanneskja, var sundkona mínu fyrir árum og vil ná árangri. Framboðsfrestur rennur út á flokksþinginu sjálfu, þannig að nöfn geta bæst í pottinn alveg fram að kosningum. Varaformaðurinn Lilja Alfreðsdóttir og Willum Þór Þórsson fyrrum ráðherra flokksins segjast í samtali við fréttastofu enn verið að íhuga málið, en að það styttist í ákvörðun. Viðmælendur fréttastofu innan Framsóknar segja líklegt að annaðhvort þeirra tilkynni framboð á næstu dögum, jafnvel í lok þessarar viku. Fjöldi nýskráninga í flokkin á síðustu vikum sé vísbendingum að unnið sé að framboði á bak við tjöldin. En prófkjör fyrir sveitarstjórnarkosningar geti þó skýrt á aukningu. Símtöl hafa átt sér stað milli þessara fylkinga og ákveði Willum að segja pass, má það heita næsta örugt að Lilja bjóði sig fram gegn Ingibjörgu. Verður það raunin stefnir í spennandi slag. Ingibjörg nýtur þess forskotts að sitja á þingi og eina kjördæmi þar sem flokkurinn nær viðunandi mælingu er í hennar kjördæmi, Norðausturkjördæmi. Á móti er bent á eyðimerkurgöngu flokksins á suðvesturhorninu og nauðsyn þess að flokkurinn hafi sterkar rödd þar.
Það klárlega kostur að sitja á þingi nú þegar við sjáum að það er 3 ár eftir að kjörtímabilinu. En við í Framsókn erum nú með hugsun þannig og vinnum þannig að það skiptir ekki máli hver verður formaður. Við finnum út úr því og vinnum það saman. Flokksþingið verður 14. og 15. febrúar. Einnig kosið varaformann og hefur einn boðaframboð, þingmaðurinn Stefán Vagn Stefánsson. Magnús Eiríksson, texta- og lagahöfundur, var jarðsunginn í dag frá Hallgrímskirkju. Það var séra Sveinn Valgeirsson sem jarðsöng og fjölmargt af fremsta tónlistarfólki landsins og fyrrum samstarfsfólki Magnúsar sá tónlistina. Einsöngvarar voru þau Erlen Kristjánsdóttir, Kristján Kristjánsson, Pálmi Gunnarsson og Valdimar Guðmundsson. Kistuna báru synir Magnúsar, þeir Stefán Már, Andri og Magnús Örn, og með þeim þeir Kolbeinn Daði Stefánsson, Axel Eiríksson, Grímur Ólafur Eiríksson, Hjalti Axelsson og Eiríkur Jónsson. Víða land mátti sjá einstaka og óvenju litríka norðurljósasýningu í gærkvöld. Þau orsakast af kórónugosi sem skall á jörðinni, en slíkt gos getur meðal annars valdið truflunum á fjarskiptum og rafmagnskerfum. Ótrúlegt sjónarspil blasti við þeim sem horfðu til himins yfir landinu í gærkvöld og reyndar sást norðurljósin sem voru óvenju öflug og marglitt á fleiri stöðum í heiminum, meðal annars þar sem þau sjást nær aldrei. Já, það sem gerðist í gær var að það kom svona gos yfir okkur sem heitir kórónugos og það er bara risavaxið ský úr rafeindum sem skellur á segulsviði á jörðinni og þá var þessi líka svakalega ljósasýning á himni. Það var mikill þéttleiki, það var mjög hár, segulsviði sterkt, þannig að allt þetta kom saman til þess að mynda glæsilega sýn á himni. Aðstæður sem skapast ekki oft. Og þetta er einn kröftugasti stormur sem hefur geisað í geimnum bara síðan árið 2003 á minnstakosti. Þannig að þetta er frekar sjaldgæft og það er líka frekar sjaldgæft að fólk sjáu rauða litinn svona rosalega áberandi. Getur þetta skapað einhvers konar hættu? Þetta getur ekki beint skapað hættu fyrir okkur en þetta getur haft áhrif til dæmis á rafveitukerfi. Þetta getur slegið út og valdið rafmagnstruflunum. Þetta getur líka skemmt gervitungl og fellt þau af sporbraut jafnvel. Þetta getur haft áhrif á fjarskipti og GPS-merki. Og líka áhrif á flugfarþega sem fá í sig þá mun meiri geislun heldur en svona allajafna. Og sýningunni er ekki alveg lokið, að minnstakosti ekki þar sem ský byrgja ekki sýn. Nú er stormurinn aðeins að fjara út en virknin er ennþá mjög há, þannig að núna bara snemma kvölds þá ættum við að sjá aftur svipaða dýrð, kannski aðeins minni en í gær og þannig að kannski ekki búist við alveg sömu sýningu, af því hún var algjörlega einstök. Ísland mætir Ungverjalandi í úrslitaleikum efsta sæti F riðils og EM karla í handbolta klukkan 7:30. Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður, hún er á Ölveri þar sem búist er við að nokkur fjöldi stuðningsmanna horfa á leikinn. Já, Eva Björk, er fólk mætt og byrjað að hita upp? Já, fólk er svona að tínast inn, það er auðvitað aðeins í að leikurinn byrji. En það er svona eftirvænting í loftinu, en hérna með mér er Benedikt Bóas. Já, hvernig finnst þér stemmingin hafa verið bara yfir þessu móti? Núna bara frábær stemming á Ítalíuleiknum, smekkfullt hús, frábær stemming yfir Póllandsleiknum. Álega sunnudagur kannski, en núna bara lofar góðu með að við hvað margir eru komnir og einmitt svo segir eftirvæntingin í húsinu. Það má eiginlega skera loftið, það er svo mikið spenna. Það er oft þannig að það er svona mikil íslensk jákvæðni og bjartsýni yfir svona stórmótum. Það kannski einhvern veginn á vel núna við. Já, ég elska þetta. Ég elska janúar. Stórmóti í handbolta er bara frábært og við bara á þessum stað allan að við höfum svona reynt að sína flest alla leiki og þó þið sýnir reyndar ekki alla leiki þá reynum við að sína þá alla og þetta er bara geðveikt. Takk fyrir það og Benedikt Bóas, þökkum þið fyrir og stofan byrjar klukkan 7 og leikurinn klukkan 7:30. Eva Björk Benediktsdóttir á Ölveri, takk kærlega fyrir þetta. Við ætlum hins vegar núna að líta til veðurs. Austan 8 til 15 metrar á morgun en hvassari og stökust að seinnipartins. Það verður væta með köflum en úrkomulítið norðan og vestan til. Hiti 1 til 8 stig og það verður samfelld rigning suðaustan og austan til annað kvöld. En það verður nánar fjallað veðurhorfur núna rétt á eftir. En núna ætlum við hins vegar að líta á renni yfir það sem var helst í þessum fréttatíma.
Leiðtogar í Evrópu hyggjast svara hótunum Trumps Grænland af hörku. Ítrekaðar hótanir yfirtöku á Grænlandi eru aðeins eitt af fjölmörgum málum á fyrsta árið Trumps í embætti. Sjálfsvígssamtöl í hjálparsíma Rauða krossins jukust nærri 70% milli ára og hafa aldrei verið fleiri. Jákvætt að fólk leiti sér hjálpar, segir verkefnastjóri. Gazabúar finna lítið fyrir því að annað þrep í áætlun Bandaríkjastjórnar frið hafi tekið gildi. Ísraelsk stjórnvöld rifu niður höfuðstöðvar UNRWA í Jerúsalem í dag. Höfuðborgarsvæði breyttist í skautasvelli í morgun, margir lentu í vandræðum, fóru hægt yfir og tugir leituðu á bráðamóttöku vegna hálkuslysa. Norðurljósin skortuðu sínu fegursta í gærkvöld þegar kórónugos skall á jörðinni. Óvanalegar aðstæður og mikill kraftur kölluðu fram ótrúlega litadýrð. Þessum fréttatíma alveg að ljúka og þá komið að veðurfréttum. Svo það Ungverjaland, Ísland og EM karla í handbolta í Svíþjóð í beinni útsendingu. Stofan eins og áður segir hefst klukkan 7 og leikurinn sjálfur 7:30. En nú ekkert annað en að segja áfram Ísland og njótiði kvöldsins. Verið sæl. Komið sæl. Það nú býsna svona keimlíkt veður næstu daga, þó verður svona ákveðin breyting seint á morgun að það fer að bæta í vind og hlýna hjá okkur. En ef við lítum hér á stóra yfirlitskortið þá sjáum við þessar tvær lægðir hér sem hringsnúast hér vestur af Írlandi og svo nyrðri mun og færa sig svona í nær landi svona smá saman og sendi til okkar úrkomubakka en báðar svona viðhalda þær austanáttinni, svona austan, suðaustan. Strekkingsvindur á köflum og fremur úrkomu samt á suðaustan og austanverðu landinu en mun úrkomu minna í öðrum landshlutum og